gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komiði sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni kominn góður gestur. Það Pétur Tyrfingsson, sálfræðingur og vinstrimaður, virkur í vinstrihreyfingunni og hefur líka verið virkur í áfengisvarnarmálum, hefur verið ráðgjafi og unnið á yfirmaður í geðbatteríinu. En sko ég eiginlega bæði að koma vegna þess að ég hlustaði á viðtal sem Gunnar Smári tók við þig fyrir sirka ári, þar sem hann var svona eins og að taka viðtal við vinstri fólk Gömlu hróin og Gömlu besservissir hana. Gömlu besservissir. Nei, en að því að það eitthvað núna, það svolítið erfitt virðist vera, eða það er á einhvern nátt vandkvæðum bundið að tala vinstri pólitík og það eins og maður lendi alltaf í einhverjum óútskýralegum ógöngum og það verða svona sumpart skiljanlegar hugmyndafræðilegar deilur og þannig, en stundum það eitthvað svona erfitt að festa hönd á það og til dæmis núna nýverið í Sósíalistaflokki Íslands hafa verið deilur sem að maður voru einhver leiti persónlegar, en líka hugmyndafræðilegar eða taktískar eða veit ekki alveg hvað og því tilefni fór ég aftur að hlusta á viðtal við þig. Það svo ansi gott þar sem þú ert að tala þessar svona væringar innan ólíkra vinstri hópa á sínum tíma þegar þú varst ungur maður og mér langaði bara til að biðja þig að kannski taka upp þráðinn svona, að ég sé að spjallu þig geti bara orðið mjög góður í seríu. Já, það sem ég langar að byrja að segja sko, að til dæmis eftir síðustu kosningar þá var ég svolítið hissa á því að svona sósíalistar vinir mínir ýmsir sko höfðu orðið fyrir svona einhverjum ofsalegum vonbrigðum. Og það var talað svona árangur sósíalistaflokksins bara í sömu andráni og hrun Pírata og Vinstri grænna. Sko ég bara sá þetta ekki svona. Ég bara sé þetta ekki svona. Sko í fyrsta lagi þá ef við berum saman þessar tvennar kosningar. Í fyrsta lagi var það þegar var farið út í kosningarnar í fyrra skipti til Alþingis, þá var það bara kraftaverka yfir höfuð að geta boðið fram. Mér fannst mannvalið ekkert vera óalega gott. En ég sá ekki í því að flokkurum væri vondur fyrir vikið, heldur ég sá þetta bara þannig, já ok, við erum bara stödd svona. Þetta mannvalið sem við höfum og þetta bara sýnir okkur að við erum ekki komin lengra en þetta og frammistaðan var bara í atkvæðum talið bara betri en þú kannast átt von á. Bæði svona, þú veist, stefnan ekki alveg ljós, fólk ekki vant að koma fram og allt þetta. Allt í lagi. Svo líða 4 ár eða næstum því. Fólk fékk einhvern styrk og hann var settur í einhverja starfsemi. Svo færðu seinni kosningarnar og þá mannvalið mun betra. Fólk svona sterkar á svellinu, vissi betur hvað það var að gera og svo framvegis og atkvæðin fleiri og allt þetta. Og þá hugsaði ég, já, eitthvað hefur nú þessi flokkur gert rétt fyrst hann náði þessum árangri og að fara að tala þetta í sömu andröðum eins og dauða VFG eða eitthvað slíkt, það bara ekkert í gangi hér. Þetta ber ekki vott það að fólk hafi vilst af leið og það sé verið að refsa því eða það sé að hálsbrjóta sig á einhverju vondri stefnu eða starfsháttum, bara alls ekki. Og ég vil horfa á þetta sem ákveðna framför. Þannig sá ég þetta sko. Já. Og borgarstjórnar þáttaka flokksins í millitíðin líka. Já, akkurat sko. Gerir hann svona meira áberandi virkan. Píta eins, ég meina fyrsta við höfum náð meira fylgi þar og svo framvegis, eitthvað hefur fólk verið að gera rétt og fólk þá náttúrulega byrja bara að horfa á það. Hvað það sem við gerðum rétt? Áður en við förum að miða við einhverja væntingar sem við höfðum. Það ekkert voðalega góð viðmiðun.
vegna sem við getum verið með væntingar sem eru fullkomlega óraunhæfar og bera okkur saman við það, já, við náðum ekki upp í þær. Þetta vitum við öll að í okkar eigin persónulega lífi er mjög skaðlegt, sko. Maður lærir ekki mikið af reynslunni en maður er alltaf að bera sjálfan sig við einhverja fallega mynd af sjálfum sér sem heilsteyftri mannesku, skilurðu. Við förum ekkert vel út úr því. En þarna eiginlega orðar það vel, sko, þennan ágreining sem að síðan kemur upp og er, já, valla ágreiningur, eða, jú, það er ágreiningur einhvers konar, kannski fjölþættur vandi, ég veit það ekki, en hann stýrist kannski svolítið einmitt þetta sem þú nefnir, að sumir voru á því að læra af reynslunni og sjá það sem við höfðum gert gott í vinstri, svona stórri vinstri hreyfingu og jafnvel að opna flokkin meira bara fyrir vinstra fólki sem ætti hvergi heima eða svoleiðis og opna fyrst og fremst kannski á umræðu það sem málefnin og annað og kannski ákveðin ánægja með strúktúr flokksins og þessa grasrótar fyrirkomulag, sko, sem er meira svona, er ekki mjög kannski kommunist, er meira svona í anda kvennalistans eða þannig og þannig að það var ákveðin ánægja að svo eru kannski sumir sem urðu óþolumóðir og vildu bara fara reyna að gera svona, ég veit ekki, þjappa valdinu og einhvern veginn breyta því þannig að það væri hægt að ná skjótari árangri og undirliggjandi hugsanlega einhverjar hugmyndur hvað væri hinn rétti sósíalisti eða þannig. Þetta kemur kannski ekki beint fram en hefur svona opinberlega, sko, en hefur samt verið, maður heyrir ávinningu þetta, um þessa réttu vinstri hugsun og mér langaði alltaf að spyrja þig um þetta, þú kannast nú vel við þessa hugsun, er það ekki? Já, minn hreinræktaða sósíalista. Já, og sko, nú vil ég ekki vera að tala sko, í raun og veru þessar deilur í sólstaflokknum. Ég veist vera að koma nóg að því svona opinberlega, þetta svona liggur fyrir. Það verður aðalfundur og þeir sem mæta á hann og greiða atkvæði, bara ákveða hvernig hlutinir eiga að vera og ég held að fólk eigi bara að vera þolinmótt og standa því bara á svona lýðræðislegan hátt sem að þá merkir að þú ferð bara eftir því formi sem að flokkurinn hefur ákveðið að búa til í kringum hvernig ákvarðanir eru teknar og svo framvegis. Sko, ég vil ekkert fara að ræða í sjálfu sér þessar deilur. Það sem ég sé hins vegar í þessu eru svona ákveðin klassísk mál og þess vegna myndi ég vilja sko fara alveg aftur í sögunni og svona velta þið svolítið fyrir sér hvernig bara, hvað ég að segja, sem við getum öll verið sammála sko. Ég er náttúrulega trotskisti og allt það skilur og við erum komin of langt ef við ætlum að fara að athuga hvernig við störfuðum eða svo hefð sem við fylgdum. Við getum farið aftur fyrir það og sagt sko, já eins og sósíaldemókratar voru á 19. öldinni eitthvað. Nei, við skulum fara sko það sem við getum öll verið sammála svona innan gæsalappa. Já, fyrirmyndin eða hefðin sem við viljum kannski fylgja, það er nú svona hvernig þetta allt saman byrjaði. Svona hugmyndafræðilega og pólitískt með bara Marx og Engels. Byrju, hvernig unnu þeir? Hvernig löguðu þeir sig að ástandinu? Við ættum að horfa í það. Við komum einmitt með kommunista ávarpið. Já, gott hjá þér. Innbundið svona til þess að maður þarf eiginlega að fara svona. Já, ég vil bara vitni í það. Það er líkil hugmynd þar sem við þurfum einmitt að átta okkur á. Sko, en áður en við fyrir kannski að tala um þetta, þá ættum við að gera okkur grein fyrir því, sko, hvílík frá sjónarmiði vinstrimannsins, sósíalistans, kommunistans, marxistans, jafnvel bara anarkistans og syndikalistans. Sko, þá þurfum við að átta okkur á því, bara í íslenskri umræðu og íslensku pólitísku lífi, sko, hvílík eyðimörk var hér, svona upp úr 1990, hvílík eyðimörk, sko.
sem að kemur síðan í ljós sko hvað gerist í hruninu 2008 sko þá myndi maður hugsa sem svo sko ég meina semst upp úr 90 sko þá ekki þetta að tala stéttabaráttu, það ekki að tala herinn og NATO, það ekki að minnast á sósíalisma, jafnvel sko vinstri, sko allir, já þetta vinstri, hægri og svona, þetta úrelt og eitthvað slíkt sko, fólk þarna, þannig að allt sem að maður sagði var bara gamaldags og það var bara, fólk fór bara flissa eða eitthvað svoleiðis eða þú fórst að tala þessa hluti. Og flokkarnir sem að töldust til vinstri áður að sem sagt að það verða algjört rof milli verkalýðshreyfingarinnar og bara annara félagasamtaka alþýðunnar í landinu og þessara stjórnmálaflokka og það allt í einu farin að tala stjórnmálamenn eins og það sé eitthvað fag sko það sé eitthvað starfsgrein eða eitthvað í svona umræðu þáttum og eitthvað slíkt. Okay. Sko, og svo kemur hrunið allt í lagi og hvað sprettur upp úr hruninu? Þú skildir ætla það að við slíkt áfall og það sem gerist að svona, það myndi spretta upp eitthvað svona vinstri, eitthvað svona sósíalismi, eitthvað svona verkalýðs eitthvað. Það var ekki það sem gerist. Við fengum svona einhverja undarlega pólitíska vegferð með svona bjartri framtíð og Jóniknar. Þú sér nú hvernig hann endar NATO maður í nýfrjálshyggju flokki sko, okay. En sko, þú fær borgarhreyfinguna og þú fær alla þessa hluti, menn standa á Austurvelli og veifa sko Evrópusambandsfánanum, svona eins og það sé lausnin á þessu. Ég meina, ef við hefðum verið í Evrópusambandinu þegar hrunið var, hvernig heldur að Ísland væri í dag? Ég meina, hvernig fór Grikkland út úr því? Ég meina, fólk gleymir þessu. En stjórnarskrármálið, hvar kemur það inn í? Já, sko, ég gef ekki krónu fyrir það, en það allt önnur umræða. En sko, þetta var algjör eyðimörk, þannig að 2017 þá ekkert og þá kemur upp þessu hugmynd, við þurfum eitthvað flokk, við þurfum eitthvað vettvang, við þurfum eitthvað til þess að kalla sósíalista saman, til þess að kalla vinstra fólk saman, til þess að kalla stéttabaráttu sinna saman, til þess að kalla þá saman sem vilja treysta á einhvers konar fjöldabaráttu, eitthvað slíkt. Við þurfum að kalla þetta fólk saman, við þurfum að búa til eitthvað slíka vettvang. Og hvað það búið til? Sósíaldaflokkurinn búin til, allt í lagi, og ég skildi hann þannig, og ég skildi það þannig. Bíddu, hvað var hægt að gera? Áttur að stofna litla klíku sem ætlaði að fara að reyna að standa upp og segja, já, heyrðu, hérna erum við með stefnu, hérna erum við með prinsip, hérna erum við með hugmyndafræðina, hérna það sem á saman okkur og nú ætlum við að fara að búa til flokk sem ætlar að leiða hvað? Ertu með eitthvað reyfingu? Ertu með eitthvað til að leiða? Ertu með eitthvað til að taka fórustu fyrir? Nei. En okay, þetta hefði verið það allra vittlausasta sem hægt var að gera. Staðan var einfallega þessi að við getum sagt sem svo, ég skildi hugmyndan á sósíalistaflokknum í raun og veru þannig, já, hörðu, við ætlum að búa til eitthvað vettvang þar sem pláss fyrir alla og allt. Við búum til einhvern veginn vettvang að þeir sem vilja vera virkir, vilja gera eitthvað pólitískt, það sé pláss fyrir þá. Þeir geti gert það einhvern veginn tengslu við flokkin, inn í flokknum og vegum flokksins eða hvaðina. Og þannig pláss fyrir allt og pláss fyrir alla, það sé svona eitthvað rými fyrir það. Og svo bjögum menn náttúrulega til eitthvað strúktúr skilur í kringu þetta og þegar þú lest þetta að þá þetta náttúrulega einhvern veginn þannig að þetta ber þess keim sko að menn að búa sko fólki sem skrifa þetta að búast við öllu, það að reyna að búa til form utanum allt sem því datt í hug að gæti nú komið upp þannig að strúktúrin eins og ágætt kona sagði, þetta eins og matreiðslubók eða svona tertubökunar kóksbók sko, en staðan þannig eins og við stöndum núna eftir þessi ár að sko þá náttúrulega já það voða lítið hveiti til það svolítið sigur býtu það ekkert múskat en ef það hefur verið sett hveiti kannski upphaflega og múskat og það súkat og annað svona þá væri nú kannski kaka miklu líka þar að segja þá sko það kannski bara ágætt að það skuli vera já ég held það og þá erum við kannski þá getum við komið sko að komið að þessu að sögunni við ætlum kannski að velta því aðeins fyrir okkur
og einhvern tíma var sagt við mig sko þegar ég var svona að réttlæta þetta, svona er þetta og þá sagði svona einhver gamall félagi minn, býtu, síðan hvenær fórst þú að tala fyrir kjaftaklúbbi, Pétur? Síðan hvenær varstu komin með þá hugmynd? Ok, ég svaraði því nú til og sagði, ég býtu allar sósíalistiskar hreyfingar og kommunískar hreyfingar allstaðar í heiminum í hverju einasta landi hefur alltaf byrjað sem kjaftaklúbbur. Mér er að segja Lenin og rússarnir, sko, sólstengjapræðar, byrjað sem kjaftaklúbbur. Þetta byrjað þannig að það eru menn einangræður hér og þar Rússland sem voru marxistar og voru bara átt að segja á því að þjóðbyltingamenn svo kallaðir og það að byggja sósíalismann og annað slíkt á og bænda samfélaginu þú veist, það var orðið úrelt einfallega svo bara hugmynd, hún stóðst ekki lengur vegna þess að Rússlands keisaradæmi var komið inn á braut kapitalismans og það verður ekki aftur snúið, þannig að þetta er spurning um verkalýðsstéttina og svo framvegis. Og þá voru þetta einangraði menn sem söfnuðu í kringum svo ungu fólki og voru reyna að samfara þá marxíska kenningu. Kjaftaklúbbur, byrjar á því. Og ef við sjáum bara hvernig Marx byrjaði, tökum við, ég ætla að sleppa svona nýjum, ég ætla að sleppa rínatíðundum 1840 og 2-3 sko. Við förum bara í kommunistabandalagi sem var stofnað. Að þeir eru búin að komast að því, Marx og Engels, að já, það sé verkalýðsstéttin sem sé hreyfiaflið og það verði stéttaleg hreyfing sem að geti umskapað þjóðfélagið. Og þegar við fyrir að skoða það, þeir komast í tengsl við þessa tísku útlaga sem voru í London og hvað voru þeir að gera? Jú, þeir höfðu tekið þátt í uppreisn í París og farið illa út af því með Blanqui og þeim, þar sem átt að gera svona kúp og taka völdin og eitthvað. Og þeir voru komið til London sem útlagar og voru svona að gera upp þessa reynslu og þá voru svona alls konar sósíalistiska og kommunískar hugmyndir í gangi, svona útópískur sósíalismi og svo var gamli Wilhelm Weitling sko sem var á því að hélt eiginlega þessari stefnu og sagði það að það ætti ekki það sem var á dagskrá var ekki að upplýsa verkalýðin fræða og svo framvegis, heldur bara hann bara mælti með því, ég meina öreigarnir munu þurfa bara sinn Napoleon skilurðu og það var einn armurinn sko svo varstu með arm sem voru kallaðir sannir sósíalistar sem byggðu á kærleikanum og allt það og Marx fékk nú ákúrur fyrir það að gagnrýna þá mjög harðlega en hvað var hann að gagnrýna? Hann var að gagnrýna það að yfirstéttar fólk sá félagslega vandamáli, fátæklingana og allt það, það þurfti að breyta samfélaginu og þetta var fólk sem í raun var að biðla til yfirstéttarinnar að breyta samfélagið, trúðu því ekki að verkalýðurinn geti gert það sjálfur. Ok, og við fengum út úr þessum kjaftaklúbbi, þeir fara að vinna með þessum mönnum og það verður svona stefnuskrá og allt það og þú getur skoðað kommunistavarpið og það er tvennt sem er athyglisvert þar. Og það er að þetta er náttúrulega stefnuplagg sem að þarna eru fullt af prinsipum sem við myndum kalla í dag, en skoðaðu sjálf stefnuskrána. Fyrir hvað stendur hún? Það er búið að framkvæma margt af þessari stefnuskrá á þeim mörgu árum sem liðin eru, en þetta er fyrst og fremst stefnuskrá lýðræðis. Og akkur er þetta stefnuskrá lýðræðis? Það er vegna þess að lýðræðisbylting var á dagskrá og að því ættu menn að vinna. Ok, og þetta voru framsýnir menn, þetta eru menn sem eru vallorðnir 30 sem skrifa þetta og byltingin er yfirvofandi, hún verður bara á sama árinu og komast á árbygg kemur út, þá bara hrynur öll Evrópa og við höfum vortíma þjóðana sem kallað er, skilurðu, mikið lýðræðis og þjóðurnisdreifing og allt þetta sem rís gegn valdhöfunum og Marx og Engels eru með þessa stefnu, við þurfum að taka þátt í lýðræðisbaráttunni. Akkur þurfum við að taka þátt í lýðræðisbaráttunni? Jú, við þurfum til þess að verkalýðshreyfing geti þróast. Þá þurfum við ritfrelsi, við þurfum félagafrelsi, við þurfum alls konar aðgerðir til þess að verkalýðshreyfingin geti þróast og dafnað. Og þeir stofna blað, þeir vildu vinna þetta þannig að við erum með þess að blað sem rekur áróður og rekur þessa stefnu og þá kemur ný rínatíðindi eða Neue Rheinische Zeitung sem er gefið einmitt út í Köln og er það málgagn hvað? Kommunisma? Sósíalisma? Nei, það er málgagn lýðræðis.
allt í lagi. Og deilurna milli Mars eru og hinna sem að verða náttúrulega strax snúast þetta. Í fyrsta lagi, þegar þeir eru staddir í París, áður en þeir fara síðan til Þýskalands, þegar að Marsbyltingin verður þar og svo framvegis, þá eru svona þýskir útlagar og ýmsir sem voru í kommunistahjálpinu að safna pening og safna sér vopnum að þeir þurfa að fara með hersveit inn í Þýskaland til þess að vinna að byltingunni, kollvarpa stjórninni. Þetta þóttu nú Mars og þeim ekki mjög skynsamleg stefna, allt í lagi. En í kommunistahjálpinu stendur mitt, sem sagt, kenningar kommunista eru ekki eitthvað sem er í brjóstvitinu og allt það, heldur segja að þetta orða þetta þannig. Kenningar kommunista eru tjáning á staðreyndum stéttabaráttarinnar. Hvað eru þeir að segja með þessu? Þeir eru að segja það að við eigum að byggja okkar stefnu, baráttuaðferðir og svo framvegis. Við eigum að byggja það á greiningu á þjóðfélagsástandinu, greiningu á hvar stéttabaráttan er stödd, ekki á einhverjum svona hugmyndum sem að við gripum úr lausu lofti eða einhverjum ídeölum sem við látum úr dett í hug. Hvað þá, sem að var þannig mjög algengt, eins og þú veist nú sem hugmyndasakfræðingur, að sem sagt á bara það, já, að finna út hvað segir skynsemin okkur að gera. Menn voru alltaf svona að raungera skynsemina, skilur við. Og þarna sjáum við þetta í kommunistahjálpinu. Nú, við sjáum þetta svo seinna líka, að sem sagt 1864, þá var Alþjóðasamband verkamanna stofnað, þá hefði Mars komið til London og svo framvegis. Hvað var þá í gangi? Ég meina, þú veist, þarna voru alls konar öfl. Í raun og veru það sem að lá undir þessu voru annars vegar prótonistar í Frakklandi og hins vegar verkalýðsforingjar í Englandi. Og svona hvatina því að stofna þetta samband var frá hálfu englendingana, þá voru þetta spurningu verkfallsbrot. Það var verið að flytja inn verkamenn frá Belgíu og Hollandi til þess að taka þessi störf þar sem að enskir og írskir verkamenn voru sem sagt í verkfalli og þeir voru að reyna að koma í veg fyrir þetta. Við þurfum alþjóðlega samstöðu. Þetta var svona hið praktíska vandamál sem að þeir sá, sem að þarf að takast á við og er ekki hægt með alþjóðlega samvinnu. Prótonistanir, þeir, og það má ekki gleyma því, þetta voru menn sem voru á móti verkalýðsfélögum, þetta voru menn sem voru á móti verkföllum, þetta voru svona smáborgaraleg öfl, handverksmenn og svo framvegis, sem að töldu peningana vera upphafins illa og sem sagt vildu koma upp einhvers konar lánastarfsemi, einhvers svona banka, einhvers svona alþýðubanka, þannig að handverksmennir gætu svona starfað eitthvað því. Þetta er svona alveg dæmigert að þannig eru svona einyrkjar að berjast fyrir lífi sínu. Ekkert að því í sjálfu sér. Allt í lagi. Og upp á alþjóðasambandsins er akkurat það, Napoleon III, að hann svona setur pening í það að senda einhverja svona verkamenn, einhverja prótonista á heimsýninguna í Englandi og þá notaði tækifærið og hittast þarna. Og svo eins og menn störfuðu, menn sendum hvor öðrum svona ávarp og eitthvað og allt það og svo verður þetta alþjóðasamband til með þáttöku úr náttúrulega mörgum löndum. Þar á meðal eru sem sagt kallaði til þýsku útlagarnir í Englandi, skilur við til þess að þið þurfum að vera með og eitthvað svoleiðis. Þetta voru fyrrum meðlimir kommunistabandalagsins í fræðslufélagi verkamanna og þá sjáum við að starf kommunistabandalagsins hafði nú skilað sér til næstu kynslóðar, þannig að þeir komu þannig inn og það eru þjóðverðir sem draga Marsinn. Okay. Og það tekst að stofna sambandið þrátt fyrir það hversu sundurleitt þetta er. Ég menna þarna voru ítalskir hvað ég var að segja, skæruliðar sem að vildu vinna sameiningu Ítalíu, þarna voru Ungverjar, þjóðurnisinnaðar Ungverjar sem voru að berjast gegn Austurríkans keisaradæminu sem að byggðu svona einhverjum kristnum, gúrúmennsku eða hvað við kalla það. Þarna voru prótonistar, anarkistarnir voru ekki mættar á staðin ennþá og þarna voru enskir verkalýðsforingjar og svo framvegis og framvegis. Og hvernig óskumunum átt að koma þessu saman? Menn höfðu svona alltaf að stofna svona samtök svona lengi eða af einhverju tagi og Mars hafði aldrei vilja vera með eftir 1851 eitthvað svoleiðis, af því að honum fannst útlaga umhverfið vera svo mikil pest. Það var að segja að það var svo mikil
læti þar og persónulegar átök og eitthvað slíkt. Það var ekkert svona pólitískt að gera. En hann segir í bréfi til Engels, ég skynjaði það að það er eitthvað hreyfing í gangi, það er eitthvað öflaverki, ég varð að vera með. Og semst hann skrifar hann stefnuskrá sem að einhvern veginn öllum tókst að sameinast öllum þessum ólíku öflum. Og hann starfaði þannig í alþjóðasambandinu að hann beiti sig fyrir því að það sé einungis gerðar samþykktur verkefni sem eru sannarlega á dagskrá, praktísk verkefni sem verkalýðshreyfingin stendur fram fyrir og þú ferð ekki lengra en það og þú gerir ekki samþykktir einhverja hugmyndafræðilega hluti sem hafa enga praktíska merkingu. Og hans sjónarmið var þetta, við störfum hér og erum þá með strúktúr bara eins og hægt að hafa og svo lærir hreyfingin af reynslunni. Og fyrsta til dæmis bara deilan inn í miðnefndinni það þegar Marx heldur fyrirlestra, ímyndaðu það, þannig eru óvinistar, hérna fylgist með Robert Owens í Bretlandi, þannig eru positivistar og svona, sem vildu einmitt svona, hjálpa verkalýðnum eins og þetta byggja einhvern veginn á, svona fátæktar vandamálið ekki leyst með því að verkalýðurinn berst sjálfur fyrir sínum réttindamálum og skapar sína veröld sjálfur, heldur það einhver yfirstétt eða eitthvað sem réttir verkalýðnum, hjálpar honum eða hvað sem og þessir menn voru svona með aðfylltust hagfræðikenningar sem launahækkanir væru slæmar og væru bara slæmar fyrir atvinnulífið og þar með fyrir verkafólkið og allt það. Og fyrstu átökin sem Marx í, það að halda langa fyrirlestra það, nei, þetta ekkert svona. Þetta stenst engar hagfræðikenningar að launahækkanir séu vondar, skilur, til dæmis. Nú, svo kom seinna ákveðin prinsip sem settur upp verkalýðsfélög að því að vera deilur það á að stofna þau eða ekki og svo framvegis og svo náttúrulega vitum við að þegar París kom og verður fransk-prússneska stríðið og allt það og þá sjáum við einar mest leiftrandi rit í öllum sósíalistiskum bókmenntum það náttúrulega borgarastríðið í Frakklandi eftir Marx, þar sem hann gerur úttekt á Parísarkomunu og mjólkar út úr henni alla þá lærdóma sem hugsanlega hægt að mjólka út úr því og þetta voru ekki marxistar sem stóðu fyrir þessu. Þarna voru prótonistar, þarna voru anarkistar, það var alls konar fólk þarna. Og þegar þú lest þessa sögu, það var aldrei hallað á neitt í sjálfu sér hugmyndafræðilegan straum. Hann þurfti ekki að gera það því að hann var að draga ályktanir af reynslu stéttabaráttunar. Ok, förum nú til dagsins í dag. Skilur þú? Stórt stökk svona? Já, ansi stórt stökk. Á Íslandi í dag, þessum litla hreppi og þú ert með sósíaldemókrataflokkin eins og hann og svo framvegis. Hvernig eigum við að hugsa? Við eigum við að hugsa eins og Marx. Við eigum að spurja hver staðan í stéttabaráttunni, hvert hún komin, hver eru verkefni hennar og svo framvegis. Ég meina við byggjum það ekki á einhverjum svona siðferðilegum hugmyndum okkar þú veist, jafnrétti, frelsi, bla 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 bla. Nei, við erum með þær hugmyndir. Þær eru bara teknar sem gefnar. Við erum að skoða hver staða hreyfingarinnar með tillit til þess að það er stéttarhreyfing verkalýðsins sem býr þetta allt saman til. Það er hún sem að býri þetta allt til og hversu búin hún undir það að gera það og hvernig ætlar þú að taka þátt í því eða örfa það eitthvað slíkt. Það snýst þetta. En má ég spyrja, má ég aðeins skjóta inn hérna á truflaði, að því þú segir hérna upphaflega þetta spurning lýðræði og í svona sósíalískri og kommunískri og marxískri og hvernig, hvað má segja, hreyfingu, að þá að þessi tendens í að vilja raunverulega fá einhvern leiðtoga, einhvern Napóleon eins og þú segir, fá sinn Napóleon, fá einhvern sem getur og her og vill og svo náttúrulega vitum við með söguna að sósíalisminn það var svolítið illa farið með hann þegar hann raunverulega dettur úr tengslum við einmitt stéttabaráttuna þegar hérna í Sovétríkjunum, þegar raunverulega undir yfirskinni því að vera að virkja og gera vel við hérna verkafólk að þá raunverulega bara algjört alræði sem sett á, þannig að það algjör andstæða lýðræðis. Þannig að ef eitthvað sem við getum lært þá það einmitt að lýðræðishugsunin verður að vera mjög til grundvallar í sósíalískri hugsun, finnst manni maður geti lært. Svo annað sem er þá líka eitthvað sem maður heyrir hljóma í dag. Það er að segja þessi hugmyndur formgerðirnar og strúktúr og svona. Þetta raunverulega snýst
sko þolinmæði gagnvart lýðræðinu og hennum lýðræðislegu ferlum. Það finnst mér vera áhugavert að heyra. Það endrómar núna. Svo hitt. Það þetta hvort það eigi að vera baráttan með verkalýðnum eða fyrir hann, sko. Sérfræðingarnir, sem líka lítur það að vera bara fulltrúalýðræðið, lítur að vera þar einhver pæling og svona, og þegar að fulltrúalýðræðið dettur úr tengslu með verkalýðshreyfinguna og eins og þú ert að segja var ástandi hér á Íslandi. Sósíalistaflokkurinn er stofnaður og það byrjar strax raunveruleg uppbygging samhliða á grasrótarsamtökum og á verkalýðsbaráttunni, í Eflingu og annars staðar. En svo kemur þetta moment á verkalýðurinn eða stéttabaráttan, eins og þú segir þetta, þá sér maður eins og þú ert að vísa í Marx að sannleikurinn einhvern veginn bara sprettur úr verkalýðsbaráttunni eða stéttabaráttunni. Og býtu? Og svo segir þú svolítið að það komi bara sjálfu sér frelsi og mannréttindin og þetta sé nú bara svona jafnréttishugmyndirnar, þær sé nú bara svona koma sjálfu sér. Það komi raunverulega út frá ef við höldum okkur við alvöru stéttabaráttu að þá komi hitta sjálfu sér. En núna erum við samt í svona vinstri umræðum í heiminum er ekki pínuldilt styr þetta. Það er að segja í Þýskalandi þannig flokkurinn sem klauf sig frá vinstri flokkurum sem að sagði og þessi svona antivókismi og það er eins og gerðar að andstæðum. Það er verkalýðs, halda okkur við stéttabaráttuna, verkalýðsbaráttuna og þurfa þá einhvern hátt að losa sig undan mannréttindaumræðunni, mannréttindaáherslunum sem ég finnst eitthvað svo furðulegt. Af hverju þarf að gera þennan greinarmun? Já, ég held ég viti aðeins hvað þú vart að tala sko og sko ég orða þetta stundum sko að það er búið að stela frá okkur sögunni. Það er að segja að fólk talar reynslu verkalýðsbyltinga, verkalýðshreyfingarinnar, sögu stjórnmálaflokka og svo framvegis og það er svo merkilegt sko að fólk talar ekki þetta eins og sársauka fulla þroska sögu verkafólks kynslóð eftir kynslóð til þess að reyna að umskapa samfélagið. Samúðin er ekki þar og reyna að átta sig á því undir hvað skilyrðum þetta átti sér stað og að fólk var knúið áfram af, það er að segja bara efnislegri þörf og hvötum. Nei, það er látið eins og, þú veist, þú færð aftur inn sko, söguspeki stóramannsins. Sagan er sköpuð af sterkum einstaklingum. Byltingarnar, það er leynilögreglu viðhorf til þeirra. Allar byltingarnar eru svona valdarán. Þarna er það að hugsa eins og leynilögreglan í raun og veru sko. Og síðan, já, sósíalismi fór illa og svona, þá kemur inn með mannlegt eðli. Þetta passar ekki við mannlegt eðli og allt þetta dótari sko. Og við erum búin að láta stela frá okkur sögunni og við erum ekki að láta stelinu frá okkur og ég ætla ekki að fara að ræða Sovétríkin og allt það sko. Það sem ég ætla eins og að ræða af því út að tala lýðræðið. Þá er sem mikilvægt að þeir nefnilega búið að stela Lenín frá okkur. Og ein barátta Lenins við aðra sósíaldemókrata, sína samherja og allt þetta var það að Lenín lagði áherslu á það alvöru verkalýðsflokkur og þá erum við að tala rússneska keisaradæmið. Alvöru verkalýðsflokkur, ef hann á að vera það, þá felst hann í því að verkalýðsstéttin og samtök hennar taka forystu fyrir öllu samfélaginu. Það snýst þetta. Þess vegna er verkalýðsstéttin hreyfiaflið, ekki vegna þess að við vorkennum henni, ekki vegna þess að hún hefur það verst og eitthvað svona kjaftaði. Nei, það er vegna sem hún býr í ákveðnu sköpunarkrafti. Og einn hluti af þessum sköpunarkrafti er sá að geta tekið til sín allar framfarasinnaðar kröfur, allar lýðræðiskröfur og gert að sínum. Okay. Og hvað gerðu rússarnir? Þeir tóku meðal annars upp á sína arma baráttumál sértrúarsafnaða.
þar sem að fólk vilja bara stunda sína trú, ekki inn í réttrúnaða kirkjunu heldur eitthvað annað, urðu fyrir ofsóknum og svo framvegis. Við styðjum meira að segja þetta fólk, að það megi rækta sína trú eins og því sýnist. Hann fekk ákúrur fyrir það, býtu, ert þú bara að hlaða undir trúabröðinu eða eitthvað? Nei, þetta er spurning að fólk hafi frelsi og njóti sín og svo framvegis. Og meira að segja, til þess að hnykkja á nú öllu saman, að þá voru dæmi það, þar sem að þeir saminuðust það að smygla inn blöðum, bæði ískra og líka sko blaði einhver sértrúarsafnar, að það var svo sami smyglarinn sem fór yfir og svo fór hann með lagerinn annars vegar á sólsdemokratan og hins vegar á þessa trúðu. Sko, ok, og þú tekur upp alla lýðræðishreyfingar, þess vegna tókuður upp kröfur bænda og þess vegna tókuður upp kröfur stúdenta og svo framvegis. Það sem við sjáum í dag og þegar við erum að skoða það sem við köllum identity politics eða samsendarpólitík, þar sem að fólk afneitar í raun og veru stéttakúgun, sér ekki kjarna málsins að það er stéttakúgunin sem að liggur undir allri annari kúgun. Að fólk sér þetta ekki og vegna þess að verkalýðshreyfingin, vinstrihreyfingin og svo framvegis býður sína ósegra bæði hugmyndafræðilega og bara efnislega, félagslega, að þá rísa upp svona þessar hreyfingar. Þeim finnst þar vera afskiptar, það heitir jaðarsettar og svo framvegis í dag og svo framvegis og undir þetta kyndir, undir þetta kynda borgaröfli, við skulum ekki neita því, þau kynda undir þetta, vegna þess að þau eru ánægð með það að einhver jaðarsettur hópur hendi skít í verkalýðskólfan eitthvað svona, þetta er ekkit bara stéttabarátta og eitthvað svona, ég er kúaður sem þetta og sem hitt og sem er alveg rétt. En af hverju kemur þetta upp? Jú, það er vegna þess að verkalýðshreyfingin hefur verið vanmegnuð til þess að taka öll þessi baráttumál upp á sín arma. Og ef að henni tekst ekki að gera það, þá er hún ekki það forystulab fyrir þjóðinni sem að verkalýðshreyfingin þarf að vera. Þetta snýst málið. Þess vegna eigum við ekki að vera að henda skít í eitthvað vók eða eitthvað identitetspólitík og eitthvað svoleiðis. Við eigum að benda á það að ég meina ef að þessir hópar alltaf ná einhverjum árangri, þá verður það ekki fyrir þeirra eigið afl, því að þeirra hafa ekki þá stöðu í þjóðfélaginu að geta að vera í raunverulega eitthvað þjóðfélagsafl. Þeir eru eitthvað umræðuafl, hugmyndafræðilegt afl. Þetta eru vannmáttugir minnihluta hópar, áttaðu á því. Ég meina, þeir þurfa að treysta á þá sem að geta stoppað þjóðfélagið. En hugsaður þetta er eins og verkalýðurinn, ef hann mætir ekki vinnuna þá hreinur þjóðfélagið. Jú, en það er bara þessi furðulega, einmitt hverjum þjónar það, þetta rofi, þessi aðgreining á milli til dæmis hins íslenska verkamanns, íslensku verkakonu og svo hinnar innfluttu verkakonu. Eða, ég meina það er eins og það þetta hefur alltaf verið vandamál. Já, og það er þessi aðgreiningur og eins og þú segir, ef einhverju jaðarsettir sjá ekki mikilvægi stéttabaráttu í sinni baráttu, þá finnst manni ekki þar með sagt að þeir sem standa í stéttabaráttu eigi hafna, það eigi að vera hafna hinum líka. Að sjálfsögðu ekki. En það er nú kannski það sem svolítið virðist vera í gangi. Já, við getum líka veltið fyrir okkur og ég skil það, þetta er ákveðin pirringur. Ég man bara eftir því þegar það var ákveðin þróun í feministarhefingunum og kona mín Sáluga, hún var mjög virk í rauðsukarhefingunni og allt það. Þannig að manni var nú kennt ýmislegt þegar maður var ungur, að ég man alveg eftir þessari senu þegar var eitthvað að tala um það, þetta væri nú... Þetta var að kvenfrelsishreyfingin væri að fara í einhverja átt sem að sumar konur sem voru í kringum mig voru ekki alveg ánægðar með. Og ég man alltaf þegar að kona mín Sáluga sagði þessa setningu, ég ríf hana bara úr samhengi, þetta er alveg skelfilegt, það hefur engin lengur áhuga á vöðvabólgu verkakvenna. Hvað var hún að tala um þarna? Ef við förum aftur í tíman á þennan tíma, að þá voru svona konur voru að vinna í fiskvinnslu, þær þurftu að vinna langa vinnutíma, til þess að hafa almennilegt kaup, þá þurftu þeir að vinna sig alveg í drep til að fá bónus og þær stóðu eftir auðvitað, kannski fertugar, þær hefur verið að vinna í þessu frá þegar voru unglingar, þær voru kannski fertugar og þær voru með stórkostlega stóðkerfisvanda, skilurðu mig.
Já, kvenfélagshreyfingin hefur bara, þetta eru svona eitthvað skítug baráttumál. Þetta eru svona skítug baráttumál. Við þurfum að koma svona konum á þing og við þurfum að koma konum í stöður og forustustöður í opinberu stofnunum eða í fyrirtækjum eða einhverju og þetta snýst eitthvað tungumálið. Við þurfum að tungumálið þarf að bera virðingu fyrir konum og svo framvegis. Og þetta sáu þessar róttæku stelpur á þessum tíma, þetta var að fara í einhvern annan hátt, þetta að fara út í eitthvað sem ekki praktískt, ekki og það var akkurat þetta, ég meina það var kjörorð sem var algjörlega útrýnt, kvennabarátta stéttabarátta, þetta alveg farið. Skilur við. Þetta nú, einmitt Sólveig Anna hefur nú verið ítrekkað þetta núna einmitt varnarbaráttu gagnvart því að þessu rofi sem er orðist. Maður hefur tekið, þess vegna hef ég bara verið að lesa á netinu, sko. En þessi umræð einhvern veginn svolítið lost, þannig að það er svolítið áhugavert að heyra hana hvernig hún þetta endurómar. Við heyrum þessa baráttu alveg frá upphafi. Grunnvandamálið okkar ef við hugsaum sem sósíalistar, stéttabaráttu sinni og svona, grunnvandamálið auðvitað það, hvað við erum í raun og veru ennþá veik. Skilur við. Við getum sagt sem svo, við erum svo veik og lítil og höfum verið það svo lengi að það er búið að stela alls konar lýðræðis hugsjónum og frelsis hugsjónum frá okkur þannig að kannski fólkið sem að berjast í þessu að það kannski, það jafnvel upplifir sér þannig að verkalýðshreyfingin ekki eitthvað sem verkalýðshreyfingin bara eins og einhver opinber stofnun sem við þurfum eiginlega að lemja líka á, eins og bara öllu hinu. Það búið að stela líka náttúrulega orðræðinni og hugmyndunum og svona. Já, og þannig að, og þetta segir ykkur svolítið hvar við erum stödd. Þannig að ef við erum að fara að búa til strúktúr sósíaldemókrataflokkin eins og hann er nákvæmlega staddur núna, þá þurfum við að bara horfast í augu við það. Við erum ekkert ofsalega mörg, skilurðu? Og það ýmsir hlutir sem kannski ekkert endilega komnir á dagskrá. Við erum ekki, það er ekkert á neinni dagskrá og sósíaldemókrataflokkurinn hafi liðsafla á að skipa þar sem að við getum í fjölbreytilegri starfsemi tekið að okkur eða ætlað okkur að fara og leiða einhverja baráttu eða hafa forystu fyrir einhverju út í samfélaginu. Ég meina, verkalýðurinn og allar hreyfingar eru alltaf undir einhverju forystu. Og ef að verkalýðsflokkur og sósíaldemókrataflokkur á að vera eitthvað vit í honum, þá hefur hann það hlutverk að reyna að leiða hvers kyns baráttu. Allt í lagi. Og við erum ekkert í þessu stöðu. Ef það er eitthvað sem við getum leitt eða líkist þessu, þá er það að sósíaldemókrataflokkurinn hefur ákveðið það að bjóða fram til kosninga og reyna að fá það er þar kannski, það er helst getur við farið að tala verkefni sem ganga út á það að já, við þurfum öll að vera sammála það hvaða stefnu við ætlum að keyra fram. Þeir sem eru fulltrúar okkar, þeir eiga að vera kontrolleraðir af flokknum, þeir eru ekki bara að segja það sem sýnist, það er flokkur sem ákveður hvað þeir eiga að segja, þeir eru komnir inn í opinberar stofnanir, þá eiga þeir að fylgja stefnu flokksins en ekki eins og stendur í stjórnarskránni samvisku sinni og kannski bara gangi í einhvern annan þingflokk eða eitthvað, skilur mig? Þú veist, ég meina, þetta hin hliðin á lýðræðinu. Það er ekki bara það ákveð og allir séu með í að móta einhverja stefnu og við ákveðum. Nei, lýðræði felst líki í því að stefnunni er fylgt eftir. Það er mjög ólýðræðislegt og þú kýst einhvern á þing, það er einhver kosin á þing á grundvelli stefnu sósíaldemókrataflokksins og fyrir starf sósíalista, svo fer hann bara að gera það sem hún síðust eða hún. Nei, það er ekki lýðræði. Það er ekki valddreifing. Jú, það er valddreifing. Þá er búið að dreifa valdinu þannig að einhver bara gerir það sem hún sýnist, Og en þetta er eini staðurinn þar sem að þú getur sagt, já, það er bara einn hluti á starfi sósíaldemókrataflokksins sem þú getur hugsað svona. Við erum með stefnu, við erum með einhverja sem eiga fylginni fram, við förum út og bjóðum fram og við höfum okkur eins og samstiltur flokkur. Við tölum svona sirka bát með einni rödd sem hefur alltaf þessa niðurstöðu. Þú ert að kjósa sósíaldemókrataflokkinn, skilur mig. En það er náttúrulega bara lítill hluti af starfi flokksins. Já, það er bara lítill hluti. Hreyfingar hitt náttúrulega bara að efla svona grasrótar. Já, hitt er bara kjafta klúbbur í bestu merkingu þess orðs. Já, virkja. Já, bestu merkingu þess orðs. Í bestu merkingu, já. Þetta er svona umræðu vettvangur, þetta ætti að vera fræðslu vettvangur, þetta er svona sjálfstyrkingar vettvangur
vettvangur fyrir fólk sem vil berjast fyrir einhverjum málstað út af það á þessi starf sem að ganga og þess vegna þarf að vera með strúktúr sem gefur pláss fyrir þetta. Og eins og segir pláss fyrir allar raddir því að til dæmis núna alþjóðlegi kvárdagurinn og margir voru, sum einstaka voru kannski ósáttur við það að væri konur og kvár í feminismanum eitthvað svolítið. Alltaf þessi raunverulega aðskilnaðar stefna sko. Við höfum ekki bolmagn sem við verðum bara að einbeita okkur að réttindum, við getum ekki verið að taka alla hina borð eða við getum ekki eins og muni dreifa fókusnum sem mér finnst það vera eiginlega sko það að við séum í slíkum vanda finnst mér vera til marks eins og þú ert að segja að tungumálinn hefur verið stólið dálítið af okkur. Að við skulum lenda í þvílíkum ógöngum en ekki sjá máttinn, raunverulega samtakamáttinn að það þurfi ekki þar með sagt að slitna sko þótt við tengjum okkur við einhverja jaðarhópa að þá ekki þar með sagt að við slitnum úr tengslum við stéttabaráttunar sko. Þarf ekki vera áttaðu nú á hvað þú ert að segja Árný. Þú ert að segja sko við verðum að fylgja stefnu Lenins í þessum málum þú ert að segja það ég veit það ekki jú, þú ert að segja það þú taka bara samstöðuna eins og hún miðað við núverandi aðstæður ef maður hefði verið svona einhver fullur sekterískur marxisti eða eitthvað þýlít sko, alveg svona upptekin af þess að svona, ég þekki þetta fólk, ég var svona sjálfur að sumu leyti en ekki miklu leyti sko við tókum samstöðuna og þá segum við, við erum með sólstaflaki, við erum með sólstakarhefingu og svo fræðins við þurfum málgagn og við þurfum að segja að samstaðan sé málgagn allt í lagi. Og þá spurning svo, við þær núverandi aðstæður, hvernig á þetta málgagn að vera? Getur þetta málgagn verið þannig? Við getum farið aftur í tíma sko og þá er þetta sambarlegt við eitthvað tímarit eða blað eða eitthvað þýðilegt og hvernig á blaðið að vera? Hvernig á málgagnið að vera? Á það að vera svona málgagn flokksins? Segjum já, og hvernig á það þá að vera? Jú, þetta er málgagnið sem við höfum, þarna skrifum við greinarnar, þarna komum við slagorðin, þarna komum við með stefnuna og félagarnir fara út með blaðið, þeir selja það, blaðið þjónar þeim inn í verkalýðsfélagi, samvinnufélagi eða hvar sem það nú og bakkar upp þeirra málflutning og allt þetta. Eru aðstæðurnar svona? Nei, aðstæðurnar ekki svona. Þannig að málgagnið, í þessu tilviki samstöðin, getur ekki voru svona. Hver er staðan á Íslandi? Við getum komið inn með þennan fjölmiðl sem hér. Þú kemur inn á Ísland þar sem algjör ördeyða í pólitískri umræðu. Sjónvarpsþættir, útvarpsþættir og eitthvað. Þetta alveg skelfilegir þættir sem ganga allir út af það að þú safnar saman nógu mörgu fólki og ekki rétta fólkinu. Þá gengur þetta aðalega út af það að þáttastjórnin að stoppa fólk. Að tali nú ekki of lengi. Geti nú ekki útskýrt fyrir áheyrendum raunverulega meiningu sína. Og þá þetta svona eitthvað gjamm eða fólk fer með svona almennt tíðindi eða eitthvað sem maður hefur engan áhuga og það kemur ekkert út úr þessu. Við þessar aðstæður, hvernig ætti þessi fjölmiðl? Við búum til, í fyrsta lagi erum við með fjölmiðl, þar sem umræða, byrjar sem svona podcast og eitthvað, svo verður þetta svona bara einhvers svona sjónvarpi, þar sem að við bara erum með betri umræðuþætti en hafa þekkst á Íslandi sem ganga út af það að þeir sem koma, þeir fá að segja allt sem þeir þurfa að segja og ef þeir komast ekki yfir þetta í einu þætti þá koma þeir í næsta þætti og klára málið. Það ekki þakkað niður í einum eða neinum. Og síðan þetta ákveðin snilld í þessu að þú kemur inn með fólk sem kemur úr öðrum pólitískum flokkum og ég hef heyrt og verið að gera með Bergþór ég ætla ekki að segja hvað ég uppnefni hann alltaf, Bergþór í miðflokknum eða einhverjum, og ég sagði, eitt flottasta viðtal bara, þú veist, bara á Íslandi í lengri tíma að segja, það var akkúrat viðtal Gunnar Smárason við Bergþór í miðflokknum. Af hverju? Af því að hann bara fékk að tala endalaust og þar með afhjúpaði sig sjálfur. Svona eru þeir í raun og veru. Með öðrum orðum, marga borgaraflum sem komu hérna inn, þeir eru bara klæddir
klættur úr fötunum hérna í þáttunum. Þetta einn parturinn af þessu. Svo þau tala við alls konar fólk, þetta vettvangur fyrir einhverja ungi sósíalistar fá að vaða hér á súðum eins og þið sýnist, einhverja konur sem eru feministar fá að vaða hér á súðum og fólk kemur hér og að tala borgarmálefni. Hvenær hefur verið talað borgarmálefni í einhverjum fjölmiðli þar sem að þú færði einhverjar upplýsingar? Bara aldrei. Og hvað erum við að gera með þessu? Við erum að byggja upp lýðræðishreyfingu, við erum að byggja valkost og hvað það? Samstöðu nýtur virðingar alla leið inn í sjálfstæðisflokkin. Það bara sjálfstæðismenn margir bara viðurkenna það að þetta sé bara menningar auki. En ágreiningurinn einmitt sem við byrjum á að tala sem við ætlum ekki að tala beint en svona hefum bara til liðsjónar í þessum sósíalistaflokki kannski snýst einmitt svolítið samstöðuna. Vegna þess að það eru sumir sem að telja að það sé algjör og óhæfa hér sé orðin vettvangur fyrir svo margar raddir að það væri betra að hafa þetta gamaldags, sem ég segi gamaldags, málgagn þar sem að bara sósíalískar raddir heyrast og því ég til dæmis persónulega mjög á mótfallin og á þessu eins og þú segir að það sé miklu meiri styrkur í því að búa til vettvang enda er samstöðin ekki bara sósíalískt málgagn, hún líka í eigu bara þeirra hlustenda Það búið að stela frá okkur Lenin Lenin ítti undir það ég meina það raddirnar eiga að fara að heyrast það var alveg skýr verkefni. Er ekki Lenin svona fyrirhluti Lenin? Nei, bara allan tíman. En hann var nú líka með það var alls konar menn sem að gátu bara gefið út bækurnar sínar og blöðin sín og ég veit ekki hvað þetta 1917. Við erum búin alltaf að stela þessari sögu frá okkur. Ég ekki að móti Lenin en ég samt að segja þér eitt hvað með til dæmis þegar þú ert þarna í hvað klokkan? Já, við erum búið með tíman af þessu. Nei, ég fór að hugsa við greinlega ef þú ert til að koma aftur því við verðum að segja, þegar þú ert í þessu trotskismannum og það er maóismin og allt þetta með þegar að menntamenn voru drepnir og raunverulega þessi hugsun þessi hugsun að það sé annarkvort eða, þú veist, það sé verka fólki sem eigi að gera framkvæma byltingun og sannleikurinn koma úr stéttabaráttunni og ef að verkafólki hefur ekki tíma til að vera í kjaftaklúbunum þá má ég ekki bara kjaftaklúbarnir koma og taka, en má ekki vera samræða til þess að milli, svo kemur það mátti ekki vera samræða á milli einhver sem hafði meira tíma til að hugsa málin ef við förum í gegnum söguna þá hefur verkalýðshreyfingin, sósíalistahhreyfingin, marxistahhreyfingin, kommunistahhreyfingin hvað eina, meira að segja anarkistar og syndikalistar aldrei geta verið án menntamanna það hefði ekki verið hægt að stofna mörg verkalýðsfélög hér á Íslandi ef að menntamenn hefði ekki notið við. En ertu ekki sammála samt að þarna svona aðgreining sem hef reynt að gera stundum sem sagt menntafólk á móti, þetta séu andstæður, Já, ég man bara eftir í ungur menntaskólanemi og fundi í Alþýðubandalaginu Kópavogi og ég fór eitthvað svona að rífa mig og eitthvað og ég var ekki nema 18-19 ára gamall að þá kom Gvendur Jaki út og raunaði gjörsamlega yfir mig og þá kom einmitt Loftur Guttormsson sá mæti maður stóð upp og talaði mitt það svona eigum við ekki að tala og allt þetta en vegna þess að Gvendur Jaki var bara bírókrat hann var engin verkamaður lengur hann var í ákveðni forréttindastöðu þar sem hann hafði tíma til alls og naut þessuna aflsmunnar hann var í sömu stöðu og mentamennirnir sem unnu léttari vinnu eða höfðu meiri frítíma og svo framvegis svona. Verkalýðshreyfingin hefur alltaf haft þörf fyrir þennan mannskap, skilurðu. Hins vegar það að síðan það hitt að þessi mannskapur, hann náttúrulega sveiflast svolítið til, skilurðu. Og losar sér síðan við verkalýðsstéttum og heldur hann geti verið án verkalýðsstéttum. Það er það sorglega. Já, og hver er mótleikurinn gegn því? Það er það að verkalýðsflokkurinn hann stjórnar og kontrólerar alltaf mentamennina. Hvar eru mentamennir? Þeir eru að vinna á blöðunum. Já.
flokkurinn á blaðið og svo framins og við erum að kontrollera sem sagt blaðamenn okkar. Ef þeir vilja skrifa ykkur aðra stefnu og aðra hugmyndafræði, þá geta þeir bara unnið á ykkur öðru blaði. Ok, þess að það er að vera að kontrollera og flokkurinn kontrollera sín blöð. Ok, flokkurinn kontrollera líka sína þingfulltrúa á þingum í sveitastjórnum og svo framins. Þetta snýst það. Þetta snýst ekki menntamenn eða ekki menntamenn. Þetta snýst það á hvaða skilmálum menntamenn vinna fyrir hreyfinguna. Já. En fyrst og fremst. En það er ekki þetta að vera án þeirra. Þátt í Lenin og ég er heimilt með bók, minn var Georg Lukács, ungverskur skrifar Lenin og svona túlka hann því að það nú líka hægt að túlka. En við getum verið sammála við erum kannski ekki mikið alls ekki í stalinismannum. Nei, ég vil helst ekki vera að ræða það og vera að ífa upp eitthvað umræðu sem að, þú veist, ef það er eitthvað rít eftir Lenin sem að getur kennt okkur margt og væri hægt að skoða, þá er það sem að hefur verið þýtt á íslensku sem vinstri róttækni, sem rit sem var skrifað 1920, lagt fram á öðru þingi Komintern, þangað fóru 2 Íslendingar og ég segi alltaf, ef að þeir hefðu skilið hvað var í gangi á þeim fundi og hefðu lesið raunverulega þessa bók, þá hefði þróun íslenskar verkalýðshreyfingar orðið önnur. Þannig að þá hefðu menn kannski starfað svolítið öðruvísi. Og þetta rit er alveg stórkostlegt. Íslenska þýðingin er vond, það er margt þar sem er illa þýtt og allt það. En sko, þetta er bók sem ætti að kenna þeim sem að vilja nú vera bara, við marxistarnir við kommunistarnir í sólstaflokknum og svo framvegis, lesiði vinstri róttækni og áttið ykkur á því hvað Lenin er að segja þar, að þá kannski missið ekki hausinn þegar þið farið að tala hvernig sósíalista flokkurinn á Íslandi 2025 á að vera, miðað við þær aðstæður sem hér eru ríkjandi, hvaða úrvala mannskap til staðar, hverjir eru viljugir, hverjir eru að koma inn í þessa hreyfingu. Lestu vinstri róttækni eftir Lenin. Vertu nú bara almennlegu leninisti, Það er mitt ráð. Og þá fer fólk kannski, þá færum við kannski að ræða svona spurningu skipulagsform eða eitthvað þess áttar á kannski pingulítið annan hátt, þannig við byrjum að skilja hvort annað. Mín mynd, ég vil ekki halla á neinn í þessu. Að svo miklu leyti sem að ég þekki þessa deilu, þá vil ég ekki halla á neitt, en ég sé það strax að deilan hangir ekki alveg saman við, það er ekki svona samhengi, fólk er ekki að tala möguleg ágreiningsmál sín skipulagsform með útgangspunkt í hver er staðan og hver ættu og geta verið verkefnin okkar sem eitthvað svona pólitískar hreyfingar. Það er ekki verið að ræða þetta út frá því. Það er bara svona eitthvað sem þeir finnst slembilval, eitthvað sem þeir finnst valddreifingu, með öðrum orðum, þetta er bara á frasaplaninu. Það þarf að taka útgangspunkt í því með hvernig hreyfingu eru við, hvernig skiljum við hana, hver eru verkefni við núverandi aðstæður, hvað getum við gert, og meðal annars hver er mannaflinn og svo framvegis. Allt í lagi, við erum sammála það, erum með greiningum þetta, við getum verið með mismunandi greiningum þetta og ef við erum með mismunandi greiningum þetta, þá áttum við okkur á því hvað ágreiningur einhvern skipulagsform snýst. En erum við ekki þá svolítið góð málum að við séum allavega með umræðu vettvanginn og getum, ef við getum reynt að ræða saman, þá erum við nú svolítið. Já, ég meina, það er eins gott, Góðum málum, Já, og svo náttúrulega þarf fólk stundum að gera upp við sig. Ég segi fyrir mig til dæmis, ef að ég ætlaði mér að vera virkur í sólstaflokknum og svo framvegis, og ég er svona að hugsa sem marxisti og svona að hugsa, hvað væri nú á dagskrá kannski hjá okkur marxistunum? Já, það væri nú að búa til bara einhvern svona marxískan klúbb, svona klúbb Mars, þar sem þetta er að ræða söguna Mars, hvað er þetta í raun og veru og eitthvað slíkt og hverjir eru kannski kringum okkur í næstu löndum sem eru kannski marxistar og hafa eitthvað að segja, eru með versiður, benda á það og kannski er einhverju fundir og þing og fræðslu og svona flokkskólar sem við getum farið á og kynnt okkur þessa hluti. Ég meina, ég myndi fara í þetta. Ég myndi búa til einhvern svona klubb og segja já, en
fengi að koma svona og ræða málin í stað þess að stilla mér upp sem marxista, þetta er marxíska stefna og nú ætla ég að fá flokkinn til að samþykkja hana. Býtu, við erum ekkert komin þangað. Nei. Það er ekki, en þú listir í viðtölunni fyrra við Gunnar Smára þegar þú komst aftur inn í pólitíkina eitthvað 1990, það hefur fundið til svona pólitísks einmannaleika eiginlega, eða bara einmannaleika. En er ekki núna svolítið mikil gerjun, bara, það er verið að, við byrjuðum þáttinn á að tala með að ég að tala sko vanda vinstrisins eða svoleiðis, en það er líka bara heilmikil gerjun og opaslega áhugaverð umræða og þú benti mér á unga konu sem heitir Fiona Lally, já, í Bretlandi. Mín kona í Bretlandi, já. Ég meina það er ýmislegt að gerast þar og við getum kannski talað um það seinna. Ræðum við Fiona Lally og Fiona Lally og það er gaman að hlusta á hana á netinu. Revolutionary Communist Party og allt þetta sko. En sko ég held að sko, hvað maður að segja, sko, ég segi fyrir mig sko að jú, það er gerjun í gangi og allt það, en ég held að sko, svona, já, ég gengst alveg við því að vera kreddufullur marxisti. Mér finnst það bara hrós. En það er að vera kreddufullur? Já, nei, mér finnst það bara hrós þegar það er sagt við mig. Ég meina, við vorum að tala um George Lucas daginn og hann skrifa bara grein sem heitir Hvað er kreddumarxismi? What is orthodox marxism? En ég finnst svolítið mikill samt munur að vera marxisti og ég myndi kalla mig marxista svona, en með mörgum það er haft svolítið margar neðamálsgreinar og en aldrei kreddum Nei, ég hef bara lært svolítið af hreyfingu samkynhneigðra. Taktu bara skammaryrðin og eignaðu þér þau. Skilurðu, og þá ertu búin að slá vopnin úr höndunum á öllum. Það er það sem fólk gerði. Og skilurðu, og þess vegna segi ég er kreddufullur marxisti, en sjá til, ég átta mig á því hver staðan er. Ég hitti fólk sem er 30 og ég var í mitt að, þú veist, og maður svona allar fara að tala við þau, já, við erum komin að ræða kommunistárfið og ræða þessa hluti. Og ég svona tala við fólk með 30 sem eru sósíalistar og frá, og ég hugsa betur, það hefur ofsalega mikið kynslóðurnar hafa alist upp við bara mjög ólíka hluti. Sko, ég hitti fólk sem er 30 í dag og það bara veit ekki neitt. Það veit ekki kommunistárfið, hvenær það var til, við hvað aðstæður það var til eða eitthvað slíkt og það er alls konar hluti sem þetta veit ekki og ég fer að hugsa sko, heyrðu, já, ok, 30 Pétur, hvað varstu búin að lesa? Pétur, ég var búin að lesa öll 3 bindi Kapitalsins til dæmis og það fyrsta 2 sinnum. Plús síðan einhverja bækur sko á háum fræðilegum standard, ég er ekki að segja að við skiljið þetta allt saman, en maður var þarna. Ég var búin að lesa sögur rússnesku byltingarinnar, ég var búin að lesa ævisögur Stalins, Lenins og Trotskís og allt þetta, ég var búin að lesa sögu alþjóðasambandana allara og þar handu götunum skilur, löngu áður en var 30 og fullt af átti bara allan Trotski í enskri þýðingu, ég var einn af þeim fyrstu sem eignuðust 45 bindi á heldaverku Lenins og nefnt að lesa þau og þar handu götunum skilur mig og ég er að hugsa sko, þetta er ekki að því að ég var svona eitthvað merkilegur eitthvað, nei alls ekki, það er kynslóðamunur þarna, skilur, það er bara kynslóðamunur þarna. En núna var heldur Netflix-seríu um Stalin. Þú veist, það er náttúrulega bara kannski, þú þyrftir að skrifa handrit að svona orthodox Netflix-seríu Marx til þess að ná kannski svona samræðu grundvelli. Nei, menn er nú eitthvað að lesa samt. En það er kannski bara búið að, það er ákveðin áhrif sem hefur verið í gangi að þetta séu löngu úreltrit. Já, akkurat, það er búið að stela þessari sögu frá okkur og svo finnst mér oft fólk fara einhverja svona vitlausa leið í þessu. Það grípur einhverja ævisögu Mars og eitthvað. Þú átt að lesa standardævisögunar sem eru byggðar á almennri sagnfræði, ekki einhverju djöfulsins blaðamennsku. Já, en ekki vera að lesa einhverja blaðamennsku sem er meir og minna sko, bjöguð og eitthvað. Ég meina, hvað eru alvöru bókmenntirnar í okkar hefð? Hvar eru þær? Auðvitað á maður að lesa það. Ekki einhverja útleggingar einhverja manna, seinni tíma manna eftir að búið að stela frá okkur sögunni sko mörgum sinnum sko og þannig að þannig er ég að tala kannski um svona klassískar bókmenntir sko og ég myndi segja sko ef að maður ætlaði að fara að vera virkur eða gera eitthvað sem marxisti þá væri þetta einhvern veginn svona, maður svona sæti og væri svona að reyna að fá fólk til að kannski taka þátt í bara einhverjum ofsalega gamaldags lesþring sko, eins og þeir voru bara í gamla daga, þar sem eitt sem að vissi kannski meir en hinnir eða ég meina ég satt til dæmis í lesþring og svona fræðslufundum með Einari Olgesinni
svo veist, ungur menntaskólanemi, margir fundir í röð og þetta bara opnaði fyrir manni nýjan heim. Ég meina maður vissi náttúrulega hvaðan Einar kom og hvaðan stóð fyrir og allt það. En hann var slíku fróðleiksbrunnur og það var þetta að spurja hann allt fyrir nú utan hvað þetta var bara dásamleg persóna, skilurðu, og hvað hann var boðinn og búinn. Hann bauð manni heim til sín og syndi manni gömul rit og svona, maður var alveg heillaður af þessu öllu saman og aldrei var hann að segja manni sjálfur sér hvaða skoðun maður ætti að hafa eða þið að gera þetta krakkar, farið nú og gerið þetta, gangið nú í alþýðubandalega hann var ekkert í þessu hann bara hitta ungt fólk og tala við það og örfa það til. Þessi samræða hluti af stéttabaráttunni. Og þetta er það sem að til dæmis að marxistar ættu, ef að þeir vilja finna sér eitthvað að gera á vettvangi sósíaldemókrata, þá var það eitthvað svona. Og sá vettvangur ætti að rúma. Já, þeir eiga ekki að koma fram og segja hei, sem er náttúrulega inntakið í því sem að marga langa til að segja, þetta er eitthvað rugl með hennar djöfisins flokk, við þurfum að koma okkur upp lýðræðislegu miðstjórnarvaldi. Ég fylgist maður lýðræðislegs miðstjórnarvald, það bara á ekkert við hvaða flokk sem er eða hvaða hreyfingu sem er. Þú veist. Hér á frekar að vera þessi vettvangur samræða. Já, ég meina verkefnin segja það. Þú ert líka sálfræðingur, þannig að þú veist að það er kannski... Já, svo kemur bara upp þetta svona hópefli eins og í öllum flokkum, öllum samtökum. Ég meina, mér er bara líknafélagi á bakvið að reka áfangahús fyrir alkohólista. Það kemur alltaf upp eitthvað að fólk vil gera hlutinu öðruvísi og eitthvað og það kemur alltaf upp þessi dýnamik að einhverjir eru með tillögur að breyta einhverju skipulagsformi eða eitthvað af því að bara fólki langar voðalega mikið til að gera bara það sem það langar að gera og finnst ekki vera pláss fyrir það og eitthvað og maður getur alveg skilið þetta. En ekki bara, því að við erum búin með tíma núna... Maður getur átt skilning á þessu skilur, þó maður þurfi ekki vera að sammála því. Nei, já, skilning á því og samræðan er ákveðin líka í sálfræðinni. Það er bæði í pólitíkinu og stéttabaráttunni og sálfræðinni, þá er samræðan svona svolítið mikilvæg. Já, en svo er það líka þannig í sálfræðinni eins og ég vil halda fram. Ef við tökum sállækningar eða psykoterapíu, hvað er góð psykoterapía? Það er þegar að ég, sem psykoterapistin, hjálpa annari mannesku að skapa sér lífsreynslu þar sem hún lærir það sem hún þarf að læra til þess að komast yfir vandamáli sitt. Ok? Og ef við horfum á bara unga fólkið okkar í dag og svona, hvað þurfum við að gera? Við þurfum að eiga samræðu við það, þannig að þetta fólk skapi sér einhvers svona lífsreynslu í pólitísku starfi sem það geta lært eitthvað gagnlegt af. Pétur Tyrfingsson, sálfræðingur og hvað ég var að segja, leninisti, marxisti, vinstri maður, sósíalisti, segi bara sósíalisti. Já, trotskiisti og leninisti og marxisti og engelsisti og hvað sem þú vilt, sko. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og ræða bara sósíalismann og samræðina. Ég þakka hlustendum og áhorfendum kærlega fyrir að vera með okkur í þessari samræðu og eiginlega bara virðist mér sem að við þurfum að halda þessari samræðu áfram ef að Pétur er til í að koma aftur og ég hugsa að sé nú fleiri sem eru til í að leggja orð í belg. Ég þakka Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa samræðinu yfir til ykkar og ég segi bara ekki fara langt, það eru frímínútur við rauðaborðið og við höldum áfram hérna að ræða málin. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.